Komiði sæl. Sagan að þessu sinni annan hraustan mann sem að fús að deyja fyrir Babin og málstað hans, ef nauðsyn krefði. Maður þessi bjó í Sanjan. Hann hét Hútjat. Hann var mjög vitur og fólkið flyktist í kringum hann til að heyra hann tala. En þegar Hútjat heyrði Babin og byrjaði að flytja fólkinu þennan boðskap, snerust trúarleiðtogarnir strax gegn honum. Það ekki skrítið að þeir skyldu alltaf bregðast hann við, hvenær sem sannleikurinn var sagður? Nú jæja. Þegar Hútjat heyrði umsátrið í Tabarsi, langaði hann til að fara og hjálpa þeim hraustu mönnum sem voru í virkinu. En það leyti var hann fangi í Teheran og gati ekki farið. Skömmu síðar flúði hann með því að dulbúa sig og fór aftur heim til sín. Karlar, konur og börn komu til móts við hann og vildu hjálpa honum á allan hátt sem þau gátu. Fólkið í Sanjan var nú varað við að hver sá sem hlustaði á Hútjat ætti á hættu að týna lífinu. Að sjálfsögðu létu flestir vinir Hútjats þetta ekki hræða sig. Þeir ákváðu samt að leita hælis í nálægu virki, af því að þeir vissu að borgarstjórinn myndi brátt senda hermenn sína gegn þeim. Konur og börn voru tekin með í virkið. Sama sagan endurtók sig og í Tabarsi og Neiris. Í hvert sinn sem her borgarstjórans ætlaði að ráðast á virkið, þustu nokkri þeirra sem inni voru út og rópuðu: Drottinn aldarinnar! Ópið var svo ógurlegt að óvinirnir tvístruðust. Jafnvel fólkið í borginni skalf af ótta við heróp þeirra, sem hljómaði næstum eins og þruma. En það var eins með þá og aðra fylgjendur Babsins. Þeir drápu aðeins til að bjarga lífi sínu, kvenna sinna og barna. Samt sem áður steðjuðu erfiðleikar að þeim í virkinu, því að brátt fór þá að skorta mat. Eina matinn sem þeir gátu fengið komu nokkra konur með til virkisins og þeir þurftu að borga mikla peninga fyrir þá. Þetta leyti langaði unga stúlku úr nálægu þorpi til að hjálpa þeim. Hún dulbjó sig sem karlmaður, tók byssu, sverð og skjöld og þusti fram til að berjast með þeim. Enginn vissi að hún var stúlka. Hún var svo hugrökk að hún jók hugrekki hinna. Aftur ráku þeir mikinn her sem kom á móti þeim á flótta. Að lokum þekkti Hútjat hana þegar hann var að virða fyrir sér bardagan úr virkinu. Hann sendi eftir henni. Hún brast í grát, bað hann að segja engum að hún væri ekki karlmaður og leyfa sér að halda áfram að hjálpa félögum sínum. Loks leyfði hann henni það. Í 5 mánuði barðist hún með hinum og taldi í þá kjark. Hún svaf meira að segja með sverðið undir höfðinu. Hún vildi helst af öllu deyja fyrir málstæðin. Dag einn varð henni að ósk sinni. Hún var skotin þegar hún var að hjálpa til við að reka óvinina í burtu. Eftir dauða hennar gerðust 20 konur fylgjendur Babsins vegna hetjudáðar hennar. Hútjat skrifaði Sjanum bréf og bað hann hjálp, en bréfið komst aldrei til hans. Bréfberinn var handtekinn og drepinn. Bréfið var eyðilagt og annað sent í staðinn til Sjasins með allskyns legum hugrakka fólkið í virkinu. Konurnar í virkinu hjálpuðu til með því að baka brauð, hjúkra særðum og hvetja og hugreista mennina. Jafnvel börnin vildu endilega hjálpa til. Að lokum reyndi borgarstjórinn að beita þau brögðum, eins og gert hafi verið við fólkið í hinum virkjunum.
Húshjat sendi fáeina vini sína úr virkinu til að hitta hann, en þeir voru annarkvort drepnir eða teknir til fanga. Aðeins einn komst lífs af, það var 9 ára gamalt barn sem flúði og gat komist aftur til virkisins til að segja fréttirnar. Dag nokkurn hitti Kúla Húshjat í handlegginn. Þegar hinir mennirnir sáu sinn ástkæra foringja blóðugan, lögðu þeir frá sér byssurnar og þustu til hans. Þá komust óvinirnir inn í virkið. 100 kvenna og barna voru tekin til fanga og síðar króknuðu mörg þeirra úr kulda. Mennirnir sem ekki voru teknir til fanga börðust enn hraustlega, en á hverjum degi voru margir drepnir. Dag nokkur þegar Húshjat var að biðjast fyrir, dó hann af völdum sársins sem hann hafði fengið á handlegginn. Enn héldu óvinirnir að þeir hefðu útrýmt málstað Guðs. En þess í stað trúðu ennþá fleiri á boðskap hans, vegna þeirra sem höfðu dáið svo hetjulega.